Já, góðan daginn og velkomin á Frelsi TV. Það hafa kannski margir tekið eftir því í þjóðfélaginu undanfarið að skoðanir mínar eru svolítið umdeildar. Ég hef orðið var við það undanfarið að það er ekki allir að meðtaka hvað ég er að segja. Og þannig að ég hef verið að tala náttúrulega við fjölmiðla á Íslandi og það hefur svo sem sparað mér ákveðna vinnu. En nú er verið að loka öllum leiðum fyrir mig. Það er búið að loka á kommentakerfin á fjölmiðlum á Íslandi. Ég get ekki kommentara neitt þar og ég er ekkert í neinu svona gerviprófíla business sko. Og náttúrulega Harmageddon var lokað eftir viðtal við mig og áróðursútvarpið Saga hefur ekki viljað tala við mig þessa hoax-atburði sem er verið að framkvæma núna. En ég ætla að pröfa að skipta yfir á nýjasta hoaxið sem að er hoaxið í London. Þar er enn eitt hoaxið í gangi og þið sjáu hvað er gert rosalega mikið úr þessari frétt. Sko það er enginn látinn og hugsanlega hafa einhverjir verið drepnir af lögreglu. Það er hugsanlegt. Sko Manchester hoaxið, það er alveg hverjum einstaklingi sem er með greindarvísitölu fyrir ofan frostmark. Þeir geta blaðað sig út í gegnum það að sjá í gegnum það hoax. Og þið sjáuð ef þið leitið á YouTube af Manchester hoax, þá sjáuð þeir 5 milljónir af vídeóum, 5,3 milljónir af myndböndum sem tengjast þessum hugsunarhætti að þetta sé hoax, sviðsett leikrit. Nú Vísir sem að leyfir ekki athugasemdir við þessa frétt. Sko það vekur bara strax furðu mína hvað eru mikil frétt ekki neitt. Og ef þið lesið hér á milli línana þá er þetta allt svona fjölmiðlar segja þessi sagði og hinn sagði og svo náttúrulega eitthvað sem lögreglan er að segja en hún er voðalega svona loðin í svörum líka. Segir svona já, það er nú samkvæmt nýjustu upplýsingum og rannsókna þörf og eitthvað fleira. En það sem að þetta er bara ég sé bara að þetta er sama leikjabókin og er notuð alltaf. Og sumir hafa verið að spurja sko hvers vegna kom engin vitni fram. Hvernig fara þeir að því að halda þessu leyndu? Og þið munið eftir atburðinn í Manchester að þá var gríðarlega mikið af fólki handtekið og lögreglan var hlaupandi út alla trissur. Að brjótast inn á heimili og með alls konar læti. Og þannig að hafi þessi það er svo sem eitt til í myndina, þessi 7 séu einhverjir sem að lögreglan drap út af Manchester. Það getur vel verið að komið fram 7 lík sem að tengjast þá einhverju sem ætlaði að kjafta. En ég held að það sé engin dáinn sko, ég held að það sé algjörlega spuni frá upphafi. Og þeir sem voru að fjalla Manchester hoaxið, margir þeirra voru búin að spá því að yrði eitthvað núna helgina. Að það yrði einhver sviðsetning helgina. Og það virðist vera komið fram.
Mögulegt hryðjuverk, sjáðu. Einhver atburður á 3 stöðum. Þú veist hvað sko, það er líka svo mikill tvískinnungur í þessum fréttum. Ég hef nú reyndar ekki séð að hún Rita Katz í Washington hafi lýst ábyrgð á þessu fyrir hönd SNATO og Co. undir nafnum NATO og Co. SNATO og Co. Og sjáðu hérna, BBC greinir frá því að vitni, ókei, hverjir eru það? Hvaða vitni eru það? Við viljum vita hverjir það eru. Að sko, þetta er það er sem sagt, það var mjög mikil þörf á að, dreifa athygli frá Manchester hoaxinu og þessum Bilderberg-fundi sem er núna í gangi um helgina frá 1. til 4. júní. Og, það hafa alltaf verið svona atburðir í gangi þegar að Bilderberg-fundurinn er haldinn. Þið munið kannski Pulse diskó staðurinn í Flórida. Það gerðist akkúrat á meðan að Bilderberg-fundur var haldinn. Og trúi því hver sem vill. Já, ég var að tala um atburðina. Ég var að tala út frá kortinu. Að sko, það er verið að segja ykkur að þetta séu sérþjálfaðir sjálfsmorðssprengju plebbar sem að standi fyrir þessu. Þjálfaðar að ISIS í Mið-Austurlöndum. Og þetta eru svo harðsvíraðir gaurar að þeir hika ekki við að sprengja sjálfan sig í loft upp. Eða fara í sjálfsmorðsleiðangra. Og þeir eru ekki nokkurum vandræðum með að fara framhjá öllum öryggiskerfum veraldar og sko það eru hermenn á öllum götuhornum á þessu svæði. Eftir Manchester þá sáu þið að það var bara þúsundir hermanna settir á svæðið. Og sagan sem verið er að segja okkur er að þessir þrautþjálfuðu hryðjuverkamenn sem að eru sko snillingar í sprengiefnagerð eða sprengigerð og líka snillingar í sprengjusmygli af því það þarf eins og þessi Manchester, þú þarft rosalega mikið magn af sprengiefnum til þess að sprengja svona marga í tætlur sko. Af því að þið getið fundið fréttir núna það verða engar jarðarfarir, það er eitt einkenni á hoaxi að það eru engar jarðarfarir. Og núna eru þeir að segja að það verði engar jarðarfarir af því það er ekki hægt að greina líkin, þetta sé bara svona kjöthakk sko. Og það stendur í andstöðu við það að þetta hafi verið eitthvað svona bakpokasprengja. Þannig að þú þarft ekki nema bara svona greindarvísitölu rétt yfir frostmarkið til þess að sjá að þetta gengur ekki upp. Og að þessir sérþjálfuðu hryðjuverkamenn á vegum ISIS sé að eyða lífi sínu og hernaðartaktík í einhverjar plebbískar örvæntingaárásir á einhver diskóstað eða tónleikahöll eða á brú í London er svo mikið fásinna. Eða það er svo mikið bábilja að það tekur eiginlega ekki að svara því sko. En þetta virðist ganga í skrílinn. Skríllinn virðist kaupa þetta eins og nýtt net. Og sko farið bara yfir söguna með krítiskum augum og
og þá er þessar lygasögur fljótar að hrynja, sko. Og og þið sjáið líka að það er gríðarlega harkaleg viðbrögð við því sem ég er að segja. Bara það ég meina, er ekki tjáningarfrelsi á Íslandi? Það er eins og Vísir eða Facebook bara lokað á mitt tjáningarfrelsi. Geta fjölmiðlar sem vilja láta taka sig alvarlega, eins og Orðarsútvarpið Saga, geta þeir bara hrópað hryðjuverk ISIS án nokkurra sannana? Þeir hafa engar sannanir fyrir þessum hróp og köllum sínum. Og svo eru þeir að saka mig fyrir slæleg vinnubrögð. Ég meina, fyrsta lagi er ég ekkert að halda því fram að ég sé með einhvern heilagan sannleika í fórum mínum. Ég er mestmegnis að hvetja fólk til þess að rannsaka þessa hluti sjálft með krítísku hugafari. Og og ég er ekki með hróp og köll sem að eins og þessi stríðsáróður er. Og það hlýtur að vera töluverður greinarmunur þar á. En ég mun gera meira af svona stuttum vídeó núna fyrst það er að lokast á með channelar á Íslandi. Það má búast við töluvert miklu hryðjuverkasumri eða sviðsetningasumri fyrst að meira sé á Íslandi verið að loka á svona lítinn kall eins og mig. Og eflaust má búast við því að vídeórásin mín detti niður. Já, það kæmi engum á óvart svo sem. Og þá er svo sem hvernig á maður að tjá sig þá, sko? Að það eru svakalega, ef maður sér að enginn veit hvað átt hefur fyrir mistöfur, að þið sjáið orkuna í þessari fjölmiðlatækni sem internetið er. Og 5 milljónir manneskja hafa það hafa verið gera 5,3 milljón vídeó bara á YouTube, sko, þetta hoax. Og leitið líka greinum í íslenska fjölmiðlum eða fjölmiðlum sem eru að fjalla Bilderberg-fundinn. Og látið kommentið undir að þið finnið einhver umfjöllun það. En ég vil líka minna ykkur á að styrkja Frelsi TV ef þið getið og þakka þeim sem hafa stutt. Og það er hægt að gera það á íslenska bankareikning eða PayPal-inn. Bara það sem hentar ykkur. Og það er jafnvel sýnist mér í spilunum að frelsitv.com verði mikilvægari í þessari upplýsingabaráttu. Og jafnvel að ég skrái frelsitv.is þá allavega er ég með það undir íslenskri stjórn. Og það er hugsanlega hægt að sparka eitthvað í dekkin á þeim valdstjórnartrukki. En í útlöndunum hefur maður engan til þess að sparka í dekkin hjá. En takk fyrir komuna og verið sæl.